Já, það eru komnir hingað 4 góðir gestir sem allir eru, hvað maður að segja, sérfræðingar í tónlist og að auki hæfileika búnt kemur að hljóðfæraleik og söng. Nú þetta eru Hallveig Rúnarsdóttir, sópran með glæsilegan feril og söngkennari og aðstoðar skólastjóri í Leifi, ekki satt? Já, jú. Vertu velkomin. Takk. Og Freyja Gunnlaugsdóttir, þú ert klarinettuleikari og skólameistari MIT, Menntaskólans í tónlist. Gunnar Guðbjörnsson, tenor, ekki síður með glæsilegan söngferil og nú skólastjóri og Kristinn Örn Kristinsson, frábær píanósti sem hefur fóstrað marga nemendan til gleði og árangurs á umliðnum áratugum. Verið öll velkomin. Takk. Takk. Ég baði ykkur að koma hingað svona til þess að búa til samtal, reyna að skapa umræðu í kjölfar tækifæris sem hefur opnast til þess að ræða stöðu listnáms á Íslandi. Hérna kom fram hjá Laufey Júlín þegar hún fékk Grammy verðlaunin í upphafi vikunar að mikilvægi stuðnings við listina væri algjört og sennilega stundum vanmetið og hún þakkaði Íslandi fyrir að hafa fóstrað sig með þeim hætti sem Ísland gerði og sagðist vera tónlistarkennurum sínum ævinlega þakklátt. Og það jú þessi þversögn að hérna við erum mjög stolt og iðin að berja okkur svolítið á brjóst, hvort sem við getum eitthvað í músík eða handbolta eða einhverju öðru. En á sama tíma finnst manni sem að samfélagið hafi ekkert endilega verið að þróast til góðs, hvað varðar umhverfið, til þess að fóstra nýtt ungt fólk og hérna ná blóma í kringum þetta. Mér skilst til dæmis að bara í fyrra hafi farið fram á 6% flatan niðurskurð hjá tónlistarskólum í Reykjavík og eitthvað svona. Þannig að við skulum bara hefja þetta spjall. Hvert ykkar vill byrja? Freyja, þú náttúrulega þekkir Laufeyju persónulega, það ekki? Jú, Laufey var lengi hjá okkur í skólanum og Já. það bara óbúslega efnilegur og flottur nemandi og ég vil bara byrja á að óska henni hjartanlega til hamingju með verðlaunin og þennan frábæra árangur og gaman að fylgjast með hennar ferli. Já. Og mér finnst óbúslega fallegt að sjá hvernig hún bara nýtir hvert tækifæri til þess að tala tónlistarmenntunina og mikilvægi hennar, auðvitað þakka sínum kennurum en líka bara hvernig hún bara talar almennt mikilvægi listmenntunar í samfélaginu og mér finnst bara óbúslega mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir því hvað listmenntunin hérna heima hefur skilað miklu til samfélagsins og hvað hún skiptir miklu máli. Auðvitað bara tónlistarskólarnir hérna heima út allt land hafa verið að vinna alveg óbúslega flott starf og það mikill mannauður, við erum með mikið af flott tónlistarfólki sem að mennta næstu kynslóð sem að leggja sitt að mörkum inn í þetta kerfi og það bara svo mikilvægt að það sé talað það sem að vel gert. En á sama tíma auðvitað blikur á lofti og það niðurskurður og það bara mjög mikilvægt að við stöndum vörð þetta kerfi. Og það örugglega vegna þess að Laufey veit að það eru blikur á lofti. Þetta svona ákveðin tegund af samfélagspólitík að nota tækifærið við það þegar hún fær Grammy-verðlaunin til þess að minna á það að þetta verður ekki að engu. Það ekki? Jú, alveg bóka við erum rosalega heppin með þetta kerfi á Íslandi og við verðum að verja það með kjafti og klóm. Það ekkert rosalega algengt að krakkar geti fengið svona mikið einkatímum í sínu á sitt hljóðfæri. Bara ekki algengt í heiminum? Nei, bara alls ekki og ekki einu sinni í þessum nágrannalöndum okkar og þegar fólk kannski hefur sens á því að fá svoleiðis kennslu þá hún rándýr og bara fyrir einhverja útvalda og hún allt of dýr á Íslandi. Hún mætti vera miklu ódýrari fyrir fólkið en við erum þó allan með einhvers konar styrkjakerfi þar á bakvið, þessa frístundastyrki og annað sem að geta aðstoða fólk og stéttarfélögin geta hjálpa svona oft eldri en það breytir því ekki að þetta þyrfti að leiðrétta líka til þess að þetta sé opnara fyrir alla. En þetta kerfi, ég held að fólk gerir sér ekki alveg grein fyrir því líka bara félagslega hvað þetta ofsalega dýrmætt fyrir nemendurna.
að þarna færðu óskipta athygli fullorðins einstaklings sem er ekki foreldrið þitt eða ammaðinn og afi eða svo leiðis og þetta er bara greiðlega þroskandi og við sjáum það að þetta hefur haft bara ofboðslega góð áhrif á börn sem að ganga í gegnum þetta kerfi að líka að bara að búa að því að fá þessa engakennslu og það hefur stundum hafa komið raddir þar sem á svona skoða hvort þetta breyta þessu, hafa þetta meira svona kommunal og allir eigi bara að byrja í hóptímum og eitthvað svona því að þá sé hægt að veita fleirum en við megum ekki þetta kerfi sem að Gylfi Þ. Gíslason kom á þetta er gríðarlega dýrmætt og þetta er ástæðan fyrir því held ég að miklu leyti að við erum að sjá svona gríðarlegan fjölda koma út í heim sem eru bara mjög hæfir tónlistamenn. En eins og þú segir, það hefur fjarað aðeins undan þessari hugmynd að börn eigi rétt á engatímum. Við höfum fylgst með umræðum það í borgarstjórn á umliðnum árum að einmitt eins og þú nefndir er ekki hægt að hafa þau bara öll í hóptímum. Já. Það hefur vissilega gert það sko. Og maður þekkir mjög sorglegt dæmi erlendis frá. Ég man til dæmis eftir einum enskum tónlistarkennari sem var með blástur og hann sagði ég á upptöku frá öllum blásarasveitunum mínum yfir 40 ára tímabil. Heyrðu, og þróunin hún var svona. Hún var alltaf niðurvið. Þetta var alltaf verra og verra. Af því aðstæðan var alltaf verra og verri og það minna fjármagn. Hugsið ykkur að eyða allir starfsefin eitthvað starf sem er bara verið að höggva í. Já. Það er alveg skelfilegt. Þetta er líka dæmi frá Svíþjóð. Já. Að þar voru þeir farnir að vera í rosalega vandræðum með að manna symfónhljómsveitina sínar. Af því að það var öllu enganámi slátrað og allir átt að vera svo jafnir. Og þá fengu ekki þeir sem að gátu eitthvað blómstrað og þannig að það var orðið þannig að það var bara þurfti að það var ekki lengur hægt að manna hljómsveitirnar með innlendum spilurum. Og allir þeir eru skorið niður, þetta kemur kannski ekki strax fram. Þannig að það tekur 20 ára að búa til virkilega færan hljóðarleikara. Já. Þetta er auðvitað samt líka þannig að á sama tíma og fólk þarf þennan engatíma það þarf líka að vera í þessari samvinnu og það er svona stór hluti svo afturöfnandi af líka þessari þessu kerfi sem við höfum byggt upp, það er líka þetta að það eru hópar og það er einmitt verið að kenna fólki að ná saman í samvinnu og það er kannski líka ekki síst í dag þegar við erum svolítið að missa börn og ungmenni inn í samfélagsmiðlana jafnvel bara þannig að þau ná ekki að mynda vinasambönd þá er það einmitt oft líka inn í þessum tónlistar þessum heimi tónlistarskólana þar sem þau eignast kannski sína nánustu vini fyrir lífstíð. Þannig að á sama tíma og sem sagt þetta er engadrifið af vissu leyti þá er þetta líka svo mikil hópkennslu mastering, skulum við kalla það bara. Samvinna. Já, samvinnumastering. Og ég held að sé bara ótrúlega mikilvægt að við tökum þessa stöðu núna. Ég meina, ef við horfum á íslenskt tónlistarlíf, það er óbúslegur áhugi á íslenskri tónlist. Það er rosalega mikið af íslenskum tónlistamönnum sem að ná langt á alþjóða vettvangi og þetta ætti að vera bara tækifæri og augnablik fyrir ráðamenn til þess að styðja við íslenskt tónlistarlíf, til þess að styðja við skólana, til þess að byggja upp góða umgjörð eins og auðvitað tónlistarmiðstöðin hefur verið að reyna að gera, bara byggja undir atvinnugreinina. Hvað er tónlistarmiðstöðin? Nú, tónlistarmiðstöð bara Íslands sem var í raun og veru sett á fót bara fyrir 3 árum eitthvað svoleiðis og megin hlutverk hennar var að byggja upp sterkari umgjörð í gegnu bara fyrir tónlistarlífið á Íslandi. Þar undir er úttón, þar undir er tónverkamiðstöðin sem sér útgáfu íslenskar tónlistar og þar inn fór í raun og veru allar þessar stofnanir sem að voru að vinna að uppbyggingu íslensk tónlistarlífs og hún á svona styðja við bara íslenskt tónlistarlíf og íslenska tónlistarmenn og óbúslega flott prójekt sem var sett á stað fyrir nokkrum árum. Það er orðinlega næstu 15 ár síðan ég byrjaði sem hugmyndin sem ég var satt inn á fundum þar sem var verið að búa til þessa tónlistarmiðstöð svo nær hún í gegn hjá Lilju Alfreðsdóttur sem var gríðarlegur talsmaður fyrir tónlist öflugur liðsmaður okkar
en sko miðstöðin var búin að vera miklu lengur í smíðum og miklu lengur sérst á borðinu. En þetta var ekkit beinleinis hennar, það bara undir hennar stjórn sem að það kemst í gegn og við getum ekki þakka henni nógsamlega fyrir. En það bara greiðilega blikur á lofti með það því að nú á bara að fara að skera þetta allt saman sko niður bara alveg gríðilega mikið núna næstu árum. Skera hvernig þá? Skera bara niður fjármagni til miðstöðarinnar og nú heyrast fréttir úr ráðuneytinu að það eigi að fara einhvern veginn að steypa saman öllum. Það sem gerist nefnilega líka á tónlistarmiðstöð var að tónlistarsjóður fór þar undir, hann marglaga, þar undir er til lifandi flutnings en þar líka til viðskipta tækifæra og þar sérsjóður fyrir það, sérsjóður fyrir útflutningin, sérsjóður fyrir upptökur og þetta bara gríðarlega viðamikið starf sem unni í tónlistarsjóði. Þarna voru nokkrir sjóðir sem voru steypt saman. Þetta var dýrt projekt að koma þessu á, það tók langan tíma, það var lengi í smíðum, margir fundir, en svo einhvern veginn þegar skipt síðan flokkin í ráðuneytinu þá þetta allt eitthvað ómögulegt og á að fara að breyta þessu öllu og taka alla menningarsjóðina sem eru undir þessum miðstöðum sem eru margar og steypa þeim einhvern einn stóran menningarsjóð sem að hann raun og veru að fara að taka bara fjármagnið sem á að fara í listir og menningu eina ferðina í það að fara að eyða þeim peningum í það búa til eitthvað nýtt búrókratískt monster í staðan fyrir bara að einbeita sér og leyfa fólki bara að halda áfram að vinna vinnuna sína. Þú veist, þetta er rosalega. Það er svo mikilvægt að hafa í huga og það er það að fyrsta lagi sko það er basli í tónlistarmenntuninni af því að það hefur verið vanfjármagnað. Svo er sko það staðreynd að við lifum á örmarkað á Íslandi. Við erum náttúrulega ekki fjölmenn þjóð þannig að áhorfendahóparnir eru tiltölulega takmarkaðir. Þannig að sko í þannig umhverfi það þarftu auðvitað einhvers konar svona startfé til þess að geta oft látið bara verkefni verða til og það hafa verið veittir þessir verkefna styrkir sem setja í formi þá annarkort starfslauna eða í formi annarra styrkja og það er bókstaflega sko verið að kippa þá fótunum undan þeirri starfsemi sem að býður fólk sem kemur á tónlistanámi ef það ætlar sér að verða tónlistafólk ef það ekki þessi sjóðir til þess að geta starta verkefnum. Þetta í rauninni alveg á pari við bara aðra styrki í öðrum greinum sem að við þekkjum að verkefnastyrkir í alls konar skapandi greinu eða tölvugeranum eða sprotastömmum, sjávarútveginum. Það er alltaf verið að styrkja fólk til þess að geta komið verkefnið sínum á stað og það listir ekkert öðruvísi, sérstaklega ekki á örmarkaði. Á sama tíma er svo tónlistarmiðstöð að hjálpa þessum tónlistarmönnum að mynda sambönd erlendis og komast á stærri markað og það er jafnauðsynlegt og það er kannski en þá þurfa þeir náttúrulega líka að þroskast og ná einhvers konar fótfestu í listinni í heimahögunum áður þau fara út. Þannig að þetta hefur skapast ágætis samhengi í þessari vinnu þegar maður svona skimar yfir heila sviðið og það er mjög alvarlegt ef það er útlit fyrir það að þetta verði einhvern veginn tekið úr samhengi og það sé tekin út eitt hluti af þessu batteri sem er búið að byggja mjög fagmannlega og vel upp. Og það er náttúrulega verið gert fyrst og fremst í góðu samtali við fagið. Algjör rosalega miklu samráði við bransan í heild. Þetta var þannig. Þetta er ekki eitthvað sem þarf að vera pólitískt uppbein. Þetta á ekki að vera pólitískt. Þetta á ekki að þurfa að vera það. Lilja var sannarlega dugleg, en hún er ekki ein, hún sem bjóð þetta til, bara fólkið sem er í bransanum sem bjóð þetta til. Það var tónlistamenn sem bjuggu þetta til og þróðu þetta. Hún hjálpaði við að koma því á laginnar. Ég held að það væri kannski svolítið forvitinlegt að kynnast því hvað þið hugsuðu þegar þið sjálf ákvaðað að láta vaða. Það er að reyna að gerast atvinnufólk í músík. Kristín Örn, til dæmis þú, það er nokkri dagar síðan, þú tókst þess ákvörðun sem ungum maður að bara leggja allt undir á þessu sviði. Varstu bjartsýnn þá og fannst þér umhverfið þá einhverju leyti betra jafnvel eða ef þú berðir saman tíman að tvenna? Þú spyr hvað ég var að hugsa. Ég held ég hef ekki verið að hugsa neitt mjög mikið. Nei. Ég bara hélt áfram í námi. Ég var komið það langt í pínunáminu. Mér fannst bara að ég þurfa að vera að láta reyna á hvað ég kemist langt og maður er eiginlega bara svolítið áður þessu sko. Þannig að ég var ekkert mikið að hugsa. Náttúrulega það sem ég fór beint þetta inn á, þá voru ég bara að kenna.
og það var mjög, mjög skemmtilegt og þetta nefnilega getur verið mjög skemmtilegt nám en þá ætlum ég að koma þið strax að líka. Sko, það skapast ákveðin mönnunarvandi þarna í faginu að því lítið til að mín kynslóð til þess píanókennara hún að sigla inn í hinn þriðja æviskeiði sko, fara að hætta að starfa í kennslunni og ekki gera hvað annað. Og það líka búið að vera ákveðið gat í menntun píanókennara af því að hér áður það var tónlistarskólinn í Reykjavík, sem sagt forveri MIT, þá voru þar 3 ára píanókennaradeildir sem að flestir mjög margir fóru í gegnum, það voru útskrifað hverju ári. Og þar inni var náttúrulega ákveðin þjálfun, fólk var með einhverja nemendur til að æfa sig á og fekk svona ákveðin grunn til að byggja á, þannig að þeir voru kannski ekkit eins og held ég margir í dag kannski sem fara að kenna, þeir vita ekki hvað þeir að gera því þeir ekki komin með ákveðin farlega grunn. Og sko þegar þetta var lagt niður þá kom lengi vel ekkert í staðinn, ekki mikið allavega, það kom eitthvað en ekki að mínum að til nógu mikið. Og sko það þessi mýta sem að villist hafa að loða við og jafnvel bara upp í sko langt upp í steganum að ef þú getur orðið rosalega góður hljóðfæraleikari svona á einleikara level, menn þá getur þú kennt ekkert vandamál. Þetta bara bull. Já. Og það meira þess að svoleiðis sko, ég held að ég hugsi þið getur staðfest að þú getur verið rosalega góður fær einleikari á píanó, þú getur verið sko ömurlegur meðleikari. Þetta fer ekkert alltaf saman. Nema þetta hafi verið þjálfur á byrjun. Og það sko það mikilvægt að þetta sé allt svona þjálfa pínlítið snemma. Það vekja áhuga sko píanóneminn á því frekar snemmi í ferlinu, maður getur verið gaman að kenna og náttúrulega fólk þarf að gera sér grein fyrir því að megin hluti allir til dæmis píanóleikari þeir vinna við kennslu. Finnst þér örla á þeirri hugsun að þessi svona hallarisúrræði að verða kennarar? Sko, það örlar kannski á henni ennþá. Það hefur verið svolítið gegnum aldina. Já, hefur svolítið sko. Þeir sem hafa verið góðir, þeir verið einleikarar og hini verið kennarar. Þetta hefur alveg verið. Og þetta viðhorfið þeir sem að ráða þarna að ef þú verður rosalega góður hljóður þá verður strax átómatískt góður kennari. Þetta bara vitleysa. Og ég hef heyrt að ég hef talað við svolítið ungt fólki sem búið að vera fór lista og fór síðan út í framhásnum og komið heim að kenna. Og ég held að það sem að því finnst vanta, það svona verkleg þjálfun, verkleg kennsla. Já. Við fáum ekkert eins og læknir, þeir með sín kandídatsár eða hvað það kallað og þeir að vinna á vettvangi undir leiðsögn. Þetta var frábært í píanóinu. Ef ég má aðeins koma inn á þetta, þegar ég hef haft miklar áhyggjur af því að hljóðfæraleikarar og söngvarar auðvitað líka sem að fara inn í kennslu að þeir fá í raun og veru ekki næga þjálfun í kennslufræði og ég veit að auðvitað Listaháskólinn að gera sitt besta og þú veist það hægt að sækja sér listkennslu gráðu í Listaháskólinnum en mér fannst mjög leiðilegt að sjá að kennaradeildirnar á BA-stigi, hljóðfærakennaradeildirnar voru lagðar niður núna fyrir stuttu af því að ég held að vanti inn í námið einmitt þessi faglega kennslufræði hljóðfærisins þess að þú ert að kafa ofan í hljóðfærið og hvernig þú kennir á hljóðfærið af því það mjög sérhæft og þú veist, það kemur ekkert alveg að sjálfu sér. Þannig að mér fannst það í raun og veru mikil synd að það ekki lengur í boði. Sko það áhugavert líka að hugsa til þess að það hafi verið gefnar út svona tónlistarstefnur bæði núna nýlega semst hjá ríkinu og svo hjá Reykjavíkurborg 2019 og það fara svolítið yfir þetta svið allt saman. Það verið að tala sko hvað þurfa að gera og jafnvel í einhverju tilfellum eins og hjá menntamálaráðuneytinu hver ber ábyrgð á hverjum flokki og svo framvegis. En á sama tíma sko þá verðist engin fylgni vera í því að sé verið eitthvað að gera í þessum stefnum. Þetta er svona eins og tónverk sem skrifað en aldrei flutt. Já. Þetta bara skrifað á blað og það gerist aldrei neitt. Veist, það er bara engin og svo kemur nýs ríkisstjórn og hún fer að sko að vinna jafnvel gert gegn stefnunni. Og þetta svo undarlegt, þetta er svo undarlegt stjórnvald auðvitað ef þú ert alltaf að búa til einhverja stefnur og þær eru búnar til þessar stefnur í
mjög góðu samtali við þessi fög sem umræðu, hvort sem það skólakerfið eða hvort sem það bara fæið sem flytjendur. Og líka bara oft í góðu samtali inn á Alþingi. Já. Þú veist, oft samþykkt af öllum flokkum, alveg bara allir ægilega konsensus þessi mál, sko. Og svo bara samt kemur ný stjórn og hún fyrir að vinna einhvern veginn aðeins á skjön við það sem hann var búið að ákveða áður. Já, eða bara mjög mikið á skjön, eins og við erum að sjá núna. En við erum ekki sendir að sjá það alveg endilega sko í vinnunni sem að gerast niður í ráðuneyti núna ef við skilur rétt í sambandi við tónlistarskólamálin en til dæmis ég veit að það ekkert mikið að gerast í sambandi við menntamálin fyrir tónlistarkennara. Það er ekki gagngert verið að reyna að lagfæra þá hluti sem hafa farið útskeiðist á síðustu árum. Það er ekki verið að reyna að snúa þeirri þróun við svo ég viti en vonandi hef ég bara rátt fyrir mér í því. Þannig að áherslan og mikilvægi kennslu, það hefur aðeins vantað upp á þar og skiljið þið rétt að það stefni í þá bara skort á píanókennurum á höfuðborgarsvæðinu, hvað maður að segja, á hæsta level? Já, ég held það. Ég hef nú ekki rannsakað þetta mjög vel en ég hef heyrt utan að mig frá skólastöðum að þeir hafi þurft að ráða inn kennara sem hafa ekki mjög mikla reynslu til þess að bjarga málum. Þetta þarf að rannsaka svolítið. Og við finnum þetta alveg í menntaskóla í tónlist því ég fæ mjög mikið af símtölum frá tónlistskólunum þar sem að það vantar kennara og eru raun og að reyna að sjá hvort að við erum ekki með einhverja efnilega langtkomna nemendur sem geta kennt. Já, akkurat. Og ég verið eins og gömul plata, ég alltaf að segja krökkunum að sækja sér kennaramenntun og fara í kennarnám af því að þar, þú veist, eru störf í boði, góð, áhugaverð, skemmtileg störf. Ég meina tónlistakennsla yndislegt starf og þess vegna ég að hvetja nemendurna sem útskrifast frá okkur að sækja sér kennaramenntun en ég vildi óska að það væri kannski bara svona beinari leið inn í menntunina fyrir þau. Mjög astnalegt að krakkar sem að klára menntaskóla í tónlist þurfi að ná sér í einhverja bachelorgráðu áður þau geta farið að læra listkennslu. Það er náttúrulega ekki nóg gott. Það undarlegt. Já, mér finnst það mjög undarlegt. Það er mjög undarlegt. Og þurfa þá að fara erlendis til að sækja sér hana. Ef þau langar að ná sér í bachelorgráðu í kennslu, þá þurfa að fara erlendis til að ná sér í hana og koma þá mögulega ekki tilbaka. Við skoðum svolítið við þann lúksus í söngkennslunni að það er jafnvel þannig að tiltölulega ungir söngvarar taka að sér nokkra nemendur snemma á ferlinu og vinna með þeim og læra svona svolítið að kenna þannig og svo þegar þau fara að minnka söngiðkunna sjálf þá fara þau kannski að fullum krafti meira í söngkennsluna seinna. Þannig við erum svona svolítið að sjá það gerast og það hefur svona hjálpað okkur að við erum í rauninni ekki illa stödd, við erum meira frekar að berja upp á kennarana heldur en hitt. En það er náttúrulega samt sem áður staðreynd að þetta fólk ekki til dæmis búið að læra oft pedagógik, sko. Nei, það er ég lærði í Englandi og ég náði mér í kennaramenntuna því að það var hreinlega, kennaramenntun var hluti af mínu námi þar, bara í þeim skóla sem ég var í. Í hvaða skóla? Ég var í Guildhall School of Music and Drama og á seinni 2 árunum sem að ég var þar í grunnnáminu, þar var bara kennslufræði kennd, þannig að ég kom sem betur fyrir heim að því að ég byrjaði strax að kenna mjög fljótlega eftir ég kom. En ég var líka búin að læra pedagógik, ég var búin að vera með, ég var búin að þjálfa mig þar upp sem kennara, ég var búin að vera með nemendur þar sem að ég þurfti síðan að kenna tíma sem próf, skiljið, þannig að þú veist. Er þetta upp og ofan í erlendum háskólum, hvort að það er lögð áhersla á kennslu? Já, það er líka bara svo margir Íslendingar fara beint í, sko, ég bjó því ég fór í grunnnám, ég tók Bachelor of Music en ekki meistaragráðu úti en mjög margir fara bara beint í framhaldsnám þar sem þetta er kannski ekki en ég bara ákvaða að ég fengi meira út úr því að fara í bachelornámið á sínum tíma og ákvaða að fara í það frekar að því mér fannst á þeim tíma mér langaði þennan skóla og framhaldið var bara einhvern veginn 1 ár, það var svona bara halv svona tíkarlagt, afsakið orðbræði þannig að ég ákvaða að fara frekar inn í bachelornámi á þeim tíma, sko. Ætlaði mér svo að halda áfram en svo bara óvart kom þarna Varstu bjartsýn af því að það skiptir svo miklu máli sko, hver stemningin er í samfélögum þegar krakkar, ungt tónlistafólk ætlar að láta vaða, þess vegna spurði ég þig og ég ætla líka að spyrja ykkur tvö hérna
að sko, varstu bjartsýn á að þú myndir alltaf þéna nóg og þyrftir ekki að hafa neina veraldlegar áhyggjur, fannst þér stemningin í heiminum og samfélaginu einhvern veginn svona að koma heim sem söngvari? Nei, bara fóstra þig áfram í listnáminu vegna þess að sko, ég held að það snúist mjög mikið bara stemningu, hugrekki, hvernig við tölum listir. Varst alltaf bjartsýn á að þú getur séð þér farborða sem listamaður? Já, svo sem alveg þannig, en ég tek aðra ákvörðun heldur en þetta með Gunnar. Þegar ég kom heim hérna, eftir mitt nám, þá ákvað ég að koma heim, sem mjög sjaldgæft. Að þú ætlar að verða prófessional söngvari, þá kemur yfirleitt ekki heim. Nei. Ekki fyrir en eftir dúkudísk. Það verður aðeins breyst núna. Það verður aðeins breyst. En það er líka miklu meira að vera hér líka. En ég tók bara þessa ákvörðun og hef aldrei séð eftir henni, en það var líka bara því að ég var bara með alltaf áherslur heldur en mjög margir af mínum kollegum. Ég var ekkit endilega spennt fyrir að fara í óperuhús. Nei. Sem að langflestir af okkar nemendum sem að ætla að gera þetta einhverju alvöru, þau eru bara hreinlega að stefna og koma að stað í óperuhúsi erlendis. Ég hef voða lítið áhuga á því. Mér langaði að gera alls konar annað. En það þýddi líka það að ég var farin að kenna. Já. Af því að það er ekkit rosalega margir sem hafa getað lifað hér. Nei, einmitt. Ég held að það séu teljandi á fingurum hálfrar handar. Þeir sko, með söngvarar sem að hér hafa getað lifað, kannski 2 sem hafa búið á Íslandi og getað lifað á því. Það er aðeins að koma aðeins sambandi sko kennaramenntinu líka, að með við sko daginn í dag og hann kannski fyrir 20-30 ára þegar kennardeildin verð í hérna Tónlistarskólanum Reykjavík, sko það hefur rannsóknum fleygt fram. Það er svo miklu fleira sem getur lært hvernig kennur á píanó og bara hvernig þú beitir líkamann til þess. Það eru miklu meiri vitund það hvernig þú beitir líkamann við að spila hljóðfæri og rannsaka hérna svona álagskvilla og atvinnusjúkdóma hérna hljóðfæraleikara. Þannig að það er remlega miklu meira til þess að fara yfir og þetta getur náttúrulega nýst hérna nemendum í Listaháskólanum til dæmis beint í þeirra námi. Og talandi svona háskólanám í kennslufræði og svoleiðis, þá er áhugavert að sjá þróunina í mörgum tónlistarháskólum í kringum okkur, þar sem verið að flétta kennslufræðina inn í tónlistarnámið. Og það eru mjög margir háskólar komnir með þannig nám að það er hægt að bæta við kennaramenntun leið og þú tekur kannski þína BA-gráðu og mastersgráðu og það eru mjög margir að gera það. En ég var nú óskaplega glöð að sjá að Kristinn Örn ætlar að skrifa kennslufræði kennslubók fyrir kennaranema. Þannig að ég vona sannarlega að það mun bæta við okkar námsefni sem við höfum heima. Þvílíkt ævistar, þvílíkt útungunarstöð hjá þér og Lilju Hjalta, hvað var það efnilega nemendur og... Sko, málið mér finnst ég ennþá vera að læra sem kennari. Ég er að vera hægt að vinna sem kennari, ég er ennþá að bæta við mig, ég er ennþá að læra eitthvað nýtt. Það er svolítið svona... Það segir nú að sem ekki líka það hversu góðu kennari þú hlýtur að vera. Ok, það er sko líka... Svo finnst það mjög erfitt þegar þú tala vel hann og hann er vist. Já, mjög óþægilegt. Ég held að það sé ég held að það sé alveg grunnur að verða góðu kennari, það er að vera alltaf að læra. Það er nákvæmlega það, en það er svona pínu, manni finnst pínu asnalegt að vera uppkvæmtuð eitthvað mjög merkilegt, svona mjög seint á ferlinu og hugsa með sér, heyrðu, það hefði nú kannski verið fínt að vita þetta fyrir 20 ára. En Gunnar, þú náttúrulega áttir glæsilegan feril og þú fékkst einu sinni Grammy á hans að vita. Já. Það var ekki? Fyrir 20 ára setna. Á Wikipedia. Já. Varstu þá að syngja í Tannhäuser og... Já, það var upptaka sem var gerð upp í rauninni uppfærslu sem söng í Staatsoper í Berlín með Barenboim. Þegar áttar þig á því að þú varst bara orðin alvöru spaði og það bara gekk vel að vinna sem... Sko þetta gerist náttúrulega svolítið öðruvísi hjá mér en kannski svo mörgum af því að ég fór ekki hefðbundi BA-nám. Ég fór eiginlega bara beint í master og ég fór í enganám út. Það gerist hjá mér þannig að ég byrja 18 ára að læra að syngja, var búin að læra svolítið á píanó og gat svona farið svolítið hratt yfir og það sem gerist líka það er eiginlega enginn á Íslandi að syngja neitt og Garðar var nú, Kortis var þá sko útið aldrei mikið að syngja. Þannig að það var enginn og bara það var einhvern veginn þannig að þessi strákur, hann getur svolítið sungið ég bara lóta hann og það gerist þess að Guðmundur Emilsson býði mér að syngja með íslensku hljómsveit og ég bara kom 20 ára á svið sko, bara 2 ára setna
og 4 mánuðum seinna þá var ég bara búin að debutera með Íslensku óperuna og þar kynnist ég stjórnanda sem heitir Anthony Hose og hann býður mér á festival í Bretlandi og með Kristni Simons og ég bara kom þar á svið og ég var bara alveg glimrandi gagnrýni í blöðum þar og og það bara komin umbóðsmaður og þetta bara gerist ég þetta aldrei neinn ákvörðun sko. þetta bara búið að ákveða þetta fyrir mig sko. það var ekkert moment nema bara, já, koma til Bretlands og gaman, ég bara til í það svo var ég bara fluttur út sko. Óvenjulegt dæmi sko, í raun og veru fyrir en svo fer ég í óperustúdíu eftir þetta sem var master sko, þannig að það er masters level og en svo er ég bara komin á samning ára eftir það og í rauninni bara fann að vinna á fullu. Þannig að en ef við tökum kennslufræðin var aldrei neitt einhvern veginn sérstakar á blaði. En ef við tökum svona íslenska umhverfi sem fósturaði þig, ertu þakkláttur? Finnst þú Já, ég er afskaplega þakkláttur. Ég er mjög mikilla forréttinda og ég náttúrulega lenti líka því sko að því ég gat líka lært alls konar tónlist að þá var ég líka farin að syngja músík eftir alla heimi og hinn og þessar líka bara 20. aldar tónskáld. Þannig ég er svona dett inn í svolítið svona gott umhverfi og fæ gríðarlega reynslu áður en ég fer út og þannig að þetta er svona learn by doing svolítið mikið hjá mér líka sko. Söngstu músík þar sem hlustandanum leið eins og væri ódeyður á tannlæknastofu? Það má kannski segja það. Ég söng sko óperu í Alderborough sem er nú festivali sem að Britten og Pierce stofnuðu í Bretlandi. Í Snape Maltings þar söng ég til dæmis í óperu sem að Harrison Birtwistle, hún var sannarlega þannig. Ég var læknir og ég var með sundu blóðuga framan á mér sko, þannig að það var dálítið svona, já, ég myndi segja að það hafi verið mjög hardcore í tónlistinni. Og Freyja, þetta var engin spurning hjá þér, þú bara lést vaða og sérði ekki eftir því. Já, það bara kom ekkert annað til greina. Það er einhvern veginn bara, já, ég bara elskaði hljóðfærið, ég elskaði sviðið, tónlistina og einhvern veginn bara lifði og hrærðist í þessum heimi og ég var mjög lengi í Berlín, ég var 12 ári í Berlín og einmitt var bara á kafi í tónlistarsinni þar, spilaði við sinfóníuhljómsveitir og ýmislegt fleira og já, þannig að það var bara mitt líf. Ég held ég hef aldrei spurt mér nákvæmlega bara af hverju ætla ég að gera þetta eða get ég séð fyrir mér. Eins og ungt fólk á að gera, það var bara að fylgja hjartanu, það var ekkert að endilega hugsa bara hvernig það ætlar að sjá fyrir sér eftir 12 ár. Það var kannski helst svo þegar ég flutti heim að ég þurfti eitthvað að fara að skoða hvernig ég ætlaði nú að lifa og sjá fyrir mér og svona. Þannig að þá skráði ég mig í viðskiptafræði og kennslufræði og lærði eitthvað praktískt og auðvitað fór inn í skólamálin svo þú veist að þau urðu mitt hjartansmál eftir að ég flutti heim. Já. Kristín, þú stofnaðar að Allegro með Lilju, konunniðinni og ég kallaði þetta útungunarstöð hæfileika fólks, ykkar framlag. Hvernig gengur að reka svona skóla og hvernig svona, ef þú getur sagt okkur aðeins svona umhverfið frá ári til árs eða kannski áratug til áratugur? Það er svona, já, það er alltaf pínlítið basl af því að við erum alltaf að reyna að gera aðeins meira heldur en við getum fyrir þann penning sem við fáum. Og staðin er alltaf svo að það er kannski 80 börn í skólanum og það eru kannski önnur 80 börn á skólanum á beilista sem komst ekki að. Annað hvert barn sem sækir sem kemst inn? Nei, ekki eins og það sko. Vegna þess að megnið af þeim sem eru þessum 80 sem bíða þau komast kannski ekki að. Því það er ekki nema kannski, það er kannski 2 eða 3 eða 10 sem að yfirgefa skólan. Við reyndar höldum bara börnum langt til öðru búið með grunnskólan, þá bara spörkum við þeim út og þannig að endunin er hæg. Já, þannig að þetta er svolítið leiðilegt. Það eru rosalega margir sem bíða, það er margir sem komst ekki að. Á hinn bóginn, og þetta er svona víðast hvar, líka í sveitarfélögum kringur Reykjavík og víðar. Þetta er svolítið grátlegt. Það er líka náttúrulega, ég heyri svona frá kollegum, það er líka dálítið börn sem eru komin í nám, en þau hafa ekki tíma til að sinna því. Því miður. Og það er líka grátlegt, það getur ekki fullt af börnum sem bíða og hafa virkilega áhuga tíma til að sinna því og komast ekki að. Það er mjög gaman að því að handboltalandslið hefur nú verið mikið í umræðinni, að það var ágætis viðtal við Ólaf Stefánsson
ungt fólk og hvað það að fást við og hann var auðvitað mikið að hvetja fólk til þess að taka þátt í íþróttastarfi en hann sagði sko það jafn mikilvægt að þau taki þátt í listum og þau séu sko að gera eitthvað skapandi líka þar og hver og einn fái tækifæri til þess að ástunda það sem við brennum fyrir. Já, blómstra og mér ást hann líka að koma svo góðan punkt sko, krakkar eiga bara að fá að vera að leika sér þannig að þau eru svona 13-14 ára. Það þarf ekki alltaf að gerast svona snemma sko. Það er ekki alltaf að gerast á bara fyrstu ævistigum sko. Og það er líka pínlítið þannig í tónlistarnáminu sko. Þú veist, nema svo koma náttúrulega alltaf einhverju svona afburða nemendur, ég meina eins og dóttir þín. Mikil áhersla á það? Ég veit það ekki. Óla finnst það. Á þess að sko, er markaðsvæðingin einhvern veginn búin að íta okkur í að það er bara allt eða ekkert og... Ég held að það sé líka bara svona svolítið mikið pressa frá heimila því þú talar það gera það sem að hjartað vil sko. Ég held að það sé svolítið mikið pressa einmitt hjá oft foreldrum á það að sko, að börnin þeirra sko læra eitthvað praktískt. Sko, ef að hjartað þar sem að praktíkin þá ferðu og lærir eitthvað praktískt sko. En þú þarf náttúrulega í lífinu sko að huga þinni eigin lífshamingju fyrst og fremst. Það skiptir ekki kannski öllu máli hversu mikið þú þénar þegar öllu bolt eða þú bara lærir að lifa með það fjármagn sem þú hefur. En málið þannig það líka við mögum ekki gleyma en við mögum alls ekki gleyma því að við lifum bara í rosalega breyttum heimi. Við lifum í heimi þar sem að var kallað praktískt nám fyrir kannski 20-30 árum, það er bara ekkert það er bara ekki það er bara heldur kannski ekki jafn mikilvægt í dag. Ég meina það er bara þannig að það besta sem við getum gert fyrir börnin okkar og þetta er ég að tala núna bara mjög alvarlega inn í líka bara skólakerfin, grunnskólakerfin og framhaldsskólakerfin að sko það verður að fara að leggja meira áherslu á að krakkarnir fái að stunda nám í skapandi greinum. Við bara erum í þannig heimi, við erum að horfa hérna við erum að horfa hérna inn í heim gervigreindarinnar sem að við bara flest öll bara náum ekkert að skilja einu sinni og hvernig getum við þjálfað okkar börn og okkar ungmenni í það að lifa inn í þessari veröld sem að við skiljum eiginlega ekki. Við gerum það með því að kenna þeim gagnrýna hugsun, við gerum það með því að kenna þeim listir og skapandi hugsun. Þetta er sífellt verið að skera. Og sífellt fyrsta sem er skorið og það verður bara að passa sig á þessu. Það verður að passa sig á þessu. Það verður líka að gefa það verður líka að gefa okkur sem erum að kenna þeim með þetta annar staðar heldur en inn í grunnskólakerfinu. Það verður líka að gefa okkur meira rými, ekki minna, ekki sífellt minna rými til þess að kenna krökkum gagnrýna hugsun og gagnrýna og skapandi hugsun. Það verður að passa þetta. Ég hef fullyrt þetta aldrei lengi sko að ég held að framtíð listmenntunar almennt felist rosalega mikið í því að bara vinna með fólki í því að gefa þeim lífsgæði. Miklu frekar heldur en það við séum alltaf að mennta fólki í listum til þess að eignast einhverja súper einstaklinga þó að frábært sannarlega eignast Laufey sko. En það er ekki megin tilgangurinn samt. Megin tilgangurinn eru lífsgæðin sem að fylgja því að stunda þetta. Og í framtíðin þá er líka samfæður það að fólk sem að glímir við eitthvað í lífinu og við erum því miður alltaf að sjá fleiri og fleiri í þessu erfiða samfélagi sem við búum í sem glíma við sér sjálfan og glíma við einmanaleika og glíma við alls konar erfileika á andlega sviðinu og það leiðin til þess að hjálpa þessu fólki að komast í gegnum þessa erfileika oft það að gera eitthvað skapandi, gera eitthvað með höfðunni, ekki að sitja yfir tölvunni eða í símanum, heldur einmitt að fara og gera mynd eða syngja lag eða spila á píanóið. Þetta er það sem skiptir máli og framtíð tónlistarmenntunar eins og annara listmenntunar, hún felst í því að mennta fólk í því að vinna með öðrum á þessum vettvangi. Einhvers konar heilsueflandi listir og þetta er bara mjög stórt mál og aktuelt og því miður ekki alveg nógu komið mikið í umræðinu og ég held að það sé bara bráðnauðsynlegt að við förum að gera það og taka þetta samtal. En mér finnst svo áhugavert að því það er svona ákveðnu leyti, þú veist, viðurkenning á því að skapandi menntun muni skipta mjög miklu máli inn í óvissa framtíð að hún sé driftkraftur í framþróun og í nýsköpun og annað og það er verið að ræða þetta
en það kannski meira í orði heldur en gjörðum. Það líkur í mjög fínum stefnum sem eru gefnar út sko, með ákveðnum millibili og eru tónverk sem eru aldrei spiluð. Og þess vegna þurfum við að fylgja þessu eftir, af því að ég meina það liggja rannsóknir á bak við þessu að skapandi menntun, hún mun nýtast vel inn í framtíðina og hún praktísk menntun að mörgu leyti. Listmenntun praktísk menntun og hún þjálfar fólk á svo ólíkan hátt, þú veist, og inn í þjálfar fólk í samskiptum og hlutum sem að við erum ekki að þjálfa oft fólki. Þjálfar fólki dugnaði, aga og bara skipulagi og ég veit ekki hverju. Þess vegna sem svona mikil eftirsókn eftir tónlistarnáminu. Sem að við svo klárum ekki að gera mögulega þannig að það sé hægt að fara. Ég tók viðtal við píanónemanda, eina stúlku, ég ætla að gísa við svona 8 eða 9 ára. Ég var að gera svona kynningamyndband í skólan og ég spurði hennar, já, gaman að læra píanó? Nei, ég veist það ekki. En mamma segir þessi voru gott fyrir heilabúið. Þetta alveg rétt á henni. Það náttúrulega margsýnt sig að tónlistarnám náttúrulega eflir annað nám hjá nemendunum. Það alveg að vita. Styrkir heila búið allt saman. En við erum líka að horfa á því að nú erum við Gunnar aðeins oft með eldri krakka líka og það náttúrulega var líka alveg gríðarlega alvarlegt þegar var minkað eða stytt framhaldsnámið eða framhaldsskólanámið að þar myndaðist bara einhvers konar ný pressa á nýjum level sem að verður til þess að krakkar eru líka miklu meira flosna upp úr tónlistarnámi. Það? Já. Af því að þau hafa bara ekki tíma. Af því að svo er skaðinn marginn líkur neðar í hljóðfæranáminu þannig að það enda erfiðara fyrir þau sérstaklega þá sem í rytmísku námi oft og það oft krakkar sem að hafa kannski verið að gulla hljóðfæri vilja svo kannski fara að gera eitthvað með það 17 ára gömul og þá bara náðu ekki að klára grunnstig af því að þau þurfa að vera að koma með miðstig til þess að í rauninni til þess að fara yfir þessi mörg sem að Af hverju styttu þau ekki frekar grunnskólan? Spurning sem maður veltir bara fyrir sig nánast daglega. Það hefur aldrei heitt skilið það. Það hefur enginn skilið það. Og við náttúrulega sem betur fyrir fengum MIT sem frábær stofnun og þar geta krakkar sem eru virkilega hæfileikaríkir, þau geta þá haldið áfram sínu námið þar og hafa þar til rými. Við Gunnar erum heppin, þetta nú ekki ég, bara Gunnar. Hann búinn að vera ótrúlega duglegur og hann búinn að koma á þannig okkar ár fyrir borð allavega langt komið með það að krakkar geti líka stundað okkar nám og nýtt það miklu betur heldur en áður hefur verið hægt en nám hjá okkur í Söngskóla Sigurðar Temets til þess að klára stúdentspróf og þetta ennþá svona aðeins á vinststiginu en það samt langt komið sem er frábært. Það sem við erum náttúrulega líka bjóða på leiklistarnám sem er þá hluti af þeim pakka þannig að það er svona þarna ég ekki endilega að tala þessa krakka sem þarna eru krakkarnir sem ætla sér að verða tónlistarmenn. Þetta eru meira krakkarnir sem kannski ekkert endilega stefna þangað en langar samt að halda fram að stunda sitt nám sem að hafa bara hreinlega ekki rými til þess að gera það og það rosalega sorglegt. Koma því líka að í söngnáminu þá náttúrulega krossast svolítið þessi tveir heimar, leiklist og söngurinn og það veldur oft til þess að þessir nemendur þeir fara einmitt ekki í söngnám áfram heldur fara í leiklistanám. Þannig að við höfum svona séð þá síðust að það hefur verið þróunin síðustu árum að við erum ekkert síður að framleiða leikara heldur en söngur en það eru þá leikarar með mjög sterka söngkunnáttu og það hefur náttúrulega mjög góð áhrif á þeirra markaðslegu hlið ef við getum sagt það sem svo því að það eru náttúrulega að minnsta kosti tveir söngleikir á ári í atvinnuleikursunum okkar og mikið sungið yfirleitt í þessu starfi að vera leikari. Við erum nú bara að horfa upp á Ormstungu sem er að slá gegn hann og nemandi frá okkur sem að skrifa það. Það er alveg stórkostlegt. Hann Hafsteinn, hann er ótrúlega flott. En við erum örugglega öll sammála gildi og mikilvægi þess að krakkar sem vilja læra músík að við séum bæði að horfa á bara þann hóp sem ætlar ekki að gera þetta atvinnu en þetta bara veitir þeim fyllingu og gerir þau einmitt enn betri námsmenn á öðrum sviðum og allt það og svo þurfum við líka náttúrulega að afburða nemendur og við ræddum þessi þáttur hefst með tilvitninni í Laufeyju og við þurfum báða þessa hópa í góðu samfélagi
En þetta náttúrulega bara tómt mál að tala þegar maður heyrir Kristinn tala 80 nemendur á biðlista bara í hans eina skóla. Þá þetta augljóslega bara orðið þannig að tónlistarnám bara fyrir brot af þeim sem vilja læra músík. Og ég held að við verðum að horfa til þess að breyta þessu og auka jafnrétti til náms. Og hvernig gerum við það? Að aðgengi sé betra. Við verðum í raun og veru bara fjárfesta í fleiri plássum. Ég heyri það líka á Vesturbænum að það eru til dæmis fleiri nemendur á biðlista heldur en þeir nemendur sem eru í skólanum í Doremi og þannig að það er óbúslega mikið af krökkum sem hefur áhuga og vill fara í tónlistarnám sem hefur bara ekki tækifæri til þess. En auðvitað snýst þetta bara að skólarnir hafi meiri kvóta, að þeir geti tekið fleiri nemendur. Þannig að ég segi að við verðum að fjárfesta meira í tónlistarnáminu og taka inn fleiri nemendur. Og auðvitað líka oft svona efnahagsleg hindrun að skólagjöldin eru... Þau hafa hækkað. Já, og við verðum að vera vakandi varðandi það. Og þú varst að hækka skólagjöldin í MIT í hvað fyrra var það? Já, við þurftum að hækka skólagjöldin töluvert, en við erum samt með töluvert lægri skólagjöld heldur en flestir tónlistarskólarnir. Það margir tónlistarskólarnir og það náttúrulega þar skipti stofnun MIT miklu máli af því að skólagjöldin á framhaldsstigi voru orðin gríðarlega há en þau lækkuðu þarna 2/3 þegar skólinn var stofnaður fyrir þessa nemendur en þetta eru bara 200 nemendur við höfum bara 200 pláss. Sko, ég var í gær á fundi, ég var á fundi í gær, já, fyrir ekki. Það ekki kannski endilega markmið að allir geti stundanám í tónlistarskóla. Við þurfum að byrja í leikskólum. Börnin eiga ansi miklu tíma á leikskólum orðið, jafnvel stundum mikið held ég, að mínum að og þau þurfa góða tónlistarkennslu þar og þau þurfa tónlistarkennslu og kórastarf í grunnskólanum. Og þetta náttúrulega, þetta grasrótin, svo spretta blóminn upp í grasrótinni sem við vilja læra meira og læra hljóðfæri kannski. Þetta líka grunnurinn, það má ekki glemma þessu grunni. Hittirðu stundum stjórnmálafólk? Ræðirðu þetta við stjórnmálafólk? Ég ræði þetta allan tíman. Ég alltaf tala stjórnmálafólk. Það náttúrulega sveitarstjórnar kosningar framöndan. Það ágætt að halda eitthvað haga. Í gær þá fór ég á fund hjá Reykjavíkurborg og þar var verið að ræða innra mat í skólanum og það sé eitthvað sem við þurfum að innleiða, sjálfsmat fyrir skólana og þetta var nú eitthvað svona, það var nú ákveðið að birta þarna einhverja glæru fyrir okkur sem var tilvíðin í eina þessu frábæru stefnum, þannig frá 2019 Reykjavíkurborg, tónlistarstefnu Reykjavíkur og þar var bara liður 6 manni, þar stóð semst að þetta auka hlutfall þessara plássa í tónlistarnám í Reykjavík allt til ársins 2030. Það er búið að skera það niður síðan þau eru sem stóðin færri heldur en þau voru 2019 í staðan fyrir að vera fleiri og ég hef ekki miklu trú á því að þeim verði fjölgað frá þeirri tölu sem var þá til ársins 2030, er alveg ljóst. En sem sagt, lausnin hún liggur auðvitað líka í því að ríkið fer að taka svolítið ábyrgð á því að nemendur 16 ára og eldri ekki einhver grunnskólabörn. Þau eru komin á framhaldsskóla aldur og þegar þau stunda tónlistarnám þá taka þau náttúrulega sitt tónlistarnám á forsendum þess aldur sem þau eru á. Þau stunda það eins og framhaldsskólanemendur. Það er að segja, ef þau taka grunnstig, þá eru þau ekki að stunda námið eins og þau séu í barnaskóla 7 ára eða 9 ára eða 10 ára. Heldur eru það að stunda það eins og menntaskólanemendur þurfa náttúrulega þá að leggja svolítið mikið í þetta nám og taka þar að leiðandi grunnstig og miklu styttri tíma heldur en nemandi sem er 11 ára eða 10 ára. Og ef að ríkið tekur þessa ábyrgð og fjármagnar einfaldlega alla nemendur 16 ára og eldri, þá myndast náttúrulega í sveitafélagunum ákveðið svigrúm, fjárhagslegt svigrúm til þess að nýta sömu fjármagni til þessa og setja þá inn í kórastarf í skólum, auka við kvótana hjá skólunum sem eru með börn á aldrinum 6 til 16. Og þannig væri þá hægt að fjölga í skólanum. Skólanir eru stærri rekstrarreiningar, þar er leiðandi hagstæðari í rekstri og þetta myndi í rauninu laga þetta vandamál. Auðvitað er þetta þá einhver skuldbinding fyrir ríkið, en í því stóra batteri þá held ég að bara með hliðsjón af því hversu mikil áhrif
tónlistarnám hefur á námskeiðu barna, söngur hefur verið rannsakað, hefur mjög góð áhrif á bæði mál, þroska og lestrarkunnáttu barna. Þannig að öllu leyti þá allir sé að fara að vinna ef að þetta verður gert og ríkið fær sannarlega örugglega eitthvað fyrir peningin sinn. Þurfum ekki að hafa neina ráðgjur á. Við erum þetta nú bara svona að sko allir verða betri manneskjur að því að músísera. Þannig að ég held að þetta sé í rauninni lausnin og við þurfum bara í rauninni að sjá þetta gerast. En mér langar líka að koma og ég var glöð að Kristín fór að tala tónmenntakennsluna í skólunum. Af því þar aðeins pottur brotin og það hefur verið mikill niðurskurður víða í tónmenntakennslunni. Ég meina skólarnir eiga að veita börnum tónmenntakennslu, þú veist, það bara í aðalnámskrá. Já, það er í aðalnámskrá. Nema ég sé að það er niðurskurður mjög víða. Ég sé það á Seltjarnarnesi þar sem ég býr, þar var frábært verkefni í gangi, þar sem allir öll börn í fyrstu og öðrum bekk fengu tónmenntakennslu í samstarfi við tónlistaskólan, mjög vel gert, en það var bara skorið niður fyrir öll börn í öðrum bekk á einu bretti og ég sé að þetta er að gerast víða, þannig að skólarnir raun og veru ekki alveg að standa sig varðandi það og þetta er náttúrulega líka jafnréttismál að við fáum tónlistakennslu inn í skólunum og það sé hlut og leikskólanum og það sé hluti af skólastarfinu. Þannig erum við líka að horfa á alveg agalega vöntun og kennurum líka. Það er verið að útskrifa allt og fáa tónlistarkennara og margir af þeim enda ekki í tónlistarkennslu af einhverjum ástæðum, það er mjög sorglegt. Þetta er orðið þannig að þetta er orðið mjög víða þannig að það er einhvern veginn verið að leysa þetta með einhver einkageirin að koma inn með einhver námsk og eitthvað svona, þetta er alveg hræðilegt. Móðir mín hún var aðalkennari fyrir tónmenntakennara þegar tónmenntakennaradeildin var á hét í tónlistarskólanum í Reykjavík og þar framleiddi hún eins og Kristín gerir með sína nemendur, bara framleiddi hvern á annan á fætur öðrum frábæra tónlistarkennara, svo var þessu bara öllu slátrað. Þetta fór einhvern veginn inn í kennaraháskólan og það náði aldrei einhvern veginn flugið þar, þannig að þetta er rosa alvarlegt. En mér langar líka aðeins að því við erum að tala peninga, alltaf að tala peninga og það er náttúrulega leiðilegast í heimi. En mér langar bara svona nota tækifærið að segja aðeins frá þessu sem við erum búin að vera að gera í skólanum í okkur og ég fór í mastersnám núna í Listaháskólanum á nýrri braut þar sem heitir listar og velferð til þess að halda áfram að þróa það sem við köllum heilsueflandi söngnám og ég langar bara að segja ykkur ef það er í lagi, segja ykkur aðeins frá þessu hvað við erum búin að vera að gera og búin að vera að gera alveg síðustu 10 ára pæla í þessu, sérstaklega við Gunnar og ég ætla nú ekki að fara rosalega náu út í þetta en þetta hefur samt bara sýnt sig og við erum að rannsaka það og ætlum að rannsaka á miklu stærri skala það hvað í raun og veru söngkennslan og þetta áauðvitað líka við hljóðfærakennsluna en við erum að einbeita okkur til þess að bara narra þetta aðeins niður og hafa þetta ekki of vítt. Söngkennslan og sérstaklega þá með þessari leiklistaráherslu getur gert fyrir krakka sem eru með alls konar greiningar eins og nú bara mjög eins og við erum að sjá gríðarlega aukningu í krakka þar sem krakkar eru greind með kvíðaröskun og hvað þetta gerir fyrir þessa krakka og ekki síður krakka sem eru það sem við köllum með svona taugafjölbreytileika ADHD, ADHD, einhverfu allt þetta hér að við erum að sjá bara gríðarlegan mun á börnum eftir að eru búin að ganga og ungmennum eftir að eru búin að ganga gegnum nám hjá okkur og þetta erum við bara búin að horfa upp á til fjölda ára og þið þetta líka. Já, við sjáum við líka í skólanum hjá okkur krakkar. En ég held að ef við náum að rannsaka þetta á eitthvað svona markvissan hátt og getum sýnt fram á þetta þá sé auðvelt að yfirfæra þetta yfir á annað tónlistarnám. En við reiknuðum að ganni fyrir svolítið síðan að því að við erum búin að horfa upp á krakka sem voru jafnvel komin á örorku og eru svo búin að ganga í gegnum nám hjá okkur og eru komin í háskólan orðin virkir þáttakandur í samfélaginu og við reiknuðum að ganni að þó verum ekki að gera nema að breyta einu ungumenni frá því að enda á örorku og yfir í að verða virkur þjóðfélagsþegn sem fer að starfa út í þjóðfélaginu. Alveg magnað. Og þá erum við búin að borga
3 ár allt það sem greitt til okkar frá ríki og borg bara með því að einn nemandi frá okkur endi ekki á örorku. Já, einmitt, þetta bara mjög og ég meina þetta bara, það verður að horfa miklu stærra á þetta. Þetta eru bara, þetta eru smá aurar sem verið að setja í þetta. Og sko það má bæta því við að sko það ljóst að það miklu hærra hlutfall af fólki með ADHD, kvíða, þunglindi sem að sækja hjá okkur heldur en bara almennt þarna úti sem segir okkur það að fólki finnur þetta þegar það að syngja eða leika eða eitthvað að fást við eitthvað svona það finnur að því líður betur að því og þannig að það ekki bara í listrænum skinni sem gott að taka svona umræði það bara heilbrigði þjóðarinnar og margra undir og fjárhagur og allt það sko, ég heldur komast ekki mikið lengra en svona rétt að lokum Ísland horfin heimur eða heimur sem gæti horfið ef við hugsum aftur til orða Laufeyjar og Víkingur Heiðar hefur svo sem sagt svipað endur við sem óskrifað tónverk svo ég vitni sko eiginlega tónverk sem skrifað en ekki flutt óflutt tónverk og ef ekki hvað til ráða bara svona, byrjum á þér Kristinn og förum svo ég geti valið ykkur lokaorð Já, enginn veit hvað átt hefur fyrir mist hefur og það tekur mjög stuttan tíma að rífa niður en það tekur vel áratugi oft að byggja upp þannig að bara gott að hafa það í huga held ég held að þetta sé mjög sönn orð og ég held að sko allar heimsins stefnur og áætlanir þær einskis nýtar eða þær ekki framkvæmdar og það okkar stóri vandi það eru stjórnmálamenn sem að hvetja til þess að sé verið að búa til einhver plögg sem svo bara lenda í skúfu og þeir jafnvel á netinu og jafnvel vitnaði á fundum og það verið ekkert verið gert til þess að framfylgja þeim það engin fylgni í því sem að fólk segist verið að gera eða ætlar að gera og því sem svo gert Það ekki gott að heyra. Hvað segir þú, Freyja? Já, ég bara vil segja að það alveg óbúðslega sterkur hópur á tónlistanemndum sem að vaxa úr grasi núna og bara sterkari en við höfum séð í langan tíma. Óbúðslega efnilegir, flotti krakkar og Þakks í íslensku kennurum. Já, ég veit að þau munum bera upp íslenskt tónlistarlíf og íslenskt tónlistarlíf hefur engu að kvíða varðandi það og þess vegna segi ég bara fjárfestum í menntuninni, treystum á menntunina og það mun skila sér til baka svo margfalt. En hefur ekki áhyggjur allar með skorti píanókennara eins og ég hefur komið frá? Ég þess vegna segi fjárfestum í menntuninni, mentum píanókennara, mentum fólk til þess að starfa í tónlistarlífinu. Ég get ekki sagt, ég sé alveg sammála klassísku söngvari, það verið að stofna þjóðarhjálpur í Íslandi og það það bil helmingurinn af þeim klassísku söngnemyndum eftir í Reykjavík sem voru fyrir 20-25 ára síðan. Þannig að ég get ekki deilt þessari sýn. Ég held að tækifærin til þess að læra söng í Reykjavík séu allt of fá og það þarf að gera alveg grettistak til þess að verði kynslóð til staðar, til þess að læra, til þess að syngja í þjóðaróperu eftir 20 ár. Það mjög alvarlegt ástand og það eiginlega alveg fatalt. Já, ég auðvitað svolítið að tala við erum með ansi sterka hópa af hljóðfæraleikurum í skólanum og þú veist, það alveg sorglegt að sjá hvernig en ég heldur verðum að telja söngvarana með þeim hópi þegar hafa nú einu sinni verið kannski flestir í þeim hópi sem að hafa fengið Grammy útnefningar og verðlaun þannig að ég held að við þurfum ekki að gleyma okkur í því að það bara alveg gríðalega vont ástand og við höfum okkur við tekist að halda sig á í mínum skóla við erum ennþá með 15 í óperudeild en það alveg óbáslega vont ástand þannig að ég ekki mjög bjartsýn hvað það var það nema það verði eitthvað gert En það samt sem áður mjög mikið af ungu, flottu, efnilegu tónlistafólki sem á leiðinni sem mun starfa í tónlistarlífinu og við þurfum að styðja við þau, við þurfum að styðja við menntunina, söngmenntun, hljóðfæramenntun, kennaramenntun og það mun skila sér tilbaka. Viðbúið í kjölfar svona fjölmiðlathygli eins og á Laufeyju núna, þins ykkar gamla nemanda, viðbúið að fjölgi umsóknum og áhugi
aukist? Já, það bara mikill áhugi í skólanum hjá mér og við erum að hafna fjöldanemynda á hverju ári. Við erum bara með 200 pláss en já, það bara gríðalegur áhugi og standardin bara mjög hár. Við erum með heila symfóníuhljómsveit í skólanum og ég hef sjaldan síðan nemyndahljómsveit hér á Íslandi á þessum kaliber. Og þannig að það verður gaman að fylgjast með þessum krökkum. Og þú, loka orðin? Já, það frábært að heyra að hljóðfæranemendur séu velstættir núna og það jafn ófrábært að heyra og það sem ég auðvitað veit líka mjög vel með söngnámið sem bara stendur mjög höllum fæti en mér langar að enda því að segja við skulum svo ekki gleyma því að svo klára allt þetta frábæra fólk nám og þarf að starfa hér í umhverfi sem að eins og hann sagði réttilega hann Kristinn tekur ægilega stuttan tíma að rífa niður en eitthvað sem að til dæmis við erum búin að vera núna 10-15 ára að byggja upp og þannig að mér langar að koma bara núna með hvatningu til núverandi stjórnanda og þetta bara mjög alvarleg orð hvatning til núverandi stjórnanda vil ég gjöra svo vel að halda áfram að byggja en ekki rífa niður það sem að þó búið að gera hér og það með stofnun tónlistarmiðstöðvar og því frábæra fólki sem að þar starfar að því sé leyft að halda bara áfram. Það verið núna að skera niður, það búið að skera niður úr 9 niður í 7 starfsmenn og í framhaldinu sjáðu næstu árum að verður að halda áfram að skera þar niður. Við höfum þarna fengið stuðning sem við höfum aldrei séð áður og ef við ætlum okkur að vera áfram þessi magnaða tónlistarþjóð þá verður að passa upp á að það sé ekki rifið og eyðilagt og skemmt það sem að nú þegar búið að gera. Þannig að hér bara mjög alvarleg brýning til núverandi stjórnvalda. Ekki rífa niður, halda fram að byggja upp. Við erum nefnilega mögnuð tónlistarþjóð og það alveg ótrúlegt. Hve mörg okkar hafa vakið athygli á heimsvísu. Það enginn að hrósa okkur fyrir viðskipti í íslenskt efnahagslífi eða eitthvað svoleiðis. Nei, við erum ekki alveg slegið gegn það. En kæra þakkir. Eitt svona fyrirgeðu Kristinn minn, en mér finnst þetta bara svo forvitnilegu móli. Ég veit að mér finnst ólíklegt að þessi 3 gestir viti það og hlustendur og áhorfendur viti það örugglega ekki. En mér langar bara að nefna það áður en við slúttum þessu að mér finnst svo merkilegt að píanókennari þinn út í Bandaríkjunum, Ruth, hafi verið nemandi Rachmaninoff. Það svolítið merkilegt. Bara hvað stutt í... Hún var frekar ung þegar hún var að læra hjá honum. Hann byggði ekki svona 12 ára. Já. Og þetta minnir mig nefnilega einn góðan prófessor í Moskvu sem hann sagði einhvern tímann á ráðstefnu að frá 15 ára aldri þá þyrfti you need a good teacher. Já. En fyrir á undan því you need a very good teacher. Það alveg rétt. Lengi býra fyrstu gerð. Þetta mjög góð lokaorð. Kæra þakkir fyrir að koma hér og ræða bæði það sem gengur vel en líka það sem þarf að ganga betur og svona fyrir mig sem fjölmiðlamann þá ég hef einsett mér á því eftir að tala við margt stjórnmálafólk nú í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga og ég ætla að reyna að vera iðnari við að setja þessi mál, menningamál og dagskrá og stilla fólki bara upp við vegg. Hvað ert þú að gera? Gott mál. Hvað ætlar þú að gera? Frábært. Kristinn, Gunnar, Freyja, Hallveig, kæra þakki fyrir komuna. Áfram göngum við götuna, kæru hlustendur og áhorfendur, nýr kafli eftir andartak. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.